Ég var beðinn að lesa orð frá Drottni og ávarpa ykkur frá aðeins að fyrst að lesa orð og til að bæn og vitnum samkvæmt á meðan. Og orðið sem ég les í söfnaðist í Markúsi, 10. kapítula og ég byrja í 31. lesi. Þá komu til hans Jakob og Jóhannes, syni Sebedæusar, og sögðu við hann: Meistari, okkur langar að þú gjörir fyrir okkur það sem við ætlum að biðja þig. Hann spurði þá: Hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur? Þeir svöruðu: Veit okkur að við fáum að sitja við hlið hér í bílþinni annað til hægri handar og hinn til vinstri. Jesús sagði við þá: Þið vitið ekki hvers þið biðið. Getið þið drukkið þann kafleik sem ég drekk eða skýrst fyrir skýr sem ég á að skýrast? Já. Þeir sögðu við hann: Það getum við. Jesús mælti: Það kafleik sem ég drekk munu þið drekka og þið munu skýrast fyrir skýr sem ég skýrist. En mitt ekki að veita hver situr mér til hægri handar eða vinstri, það veitist þeim sem það fyrirbúið. Já. Þegar hinir 10 fengu þetta framtíð segir þá Jakob og Jóhannes, en Jesús kallaði þá til sín og mælti: Þér vitið að þeir teljast ráðaðir þjóðum drottnar yfir þeim og höfðingja þeirra láta menn kenna á valdi sínu, en eigi sé svo meðal yðar. Heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar, þjónn yðar, og sári fremstur vera meðal yðar sé allra frekar. Því að mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Já. Hann þjóða sem saman bæn og byrja fyrir þetta fólkunum og fyrir okkur. Það er bæna refni að þakka refni að þakka. Amen. Kæra til minn, þakka fyrir að við vera saman komið hér. Já, Jesús. Þakka fyrir að þú ert mitt á meðal Drottni því að þú ert mitt á meðal að gera því. Þakka fyrir að bæna sem og handfjöld allt þetta sem við leggjum að kýra og þennan okkar og gangið síðan á þessum skýrtum. Og þú myndir vera fyrir sér. Þú hefur leitt hingað til og þú myndir leiða áfram hættandi. Amen. Þakka þér fyrir að það er. Þakka þér fyrir að þú ert vegurinn, svo er sannleikur og þú ert lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir þín. Hjálpa okkur til þess að hafa þennan hugsansdóttin og miðla þessum sannleikardóttin til meðborgara okkar til þeirra sem við umgöngum. Að við séum vakandi nótt og dag, þáttunni fyrir þín orðin, þín vilja okkur og leiða fólk til Jesús. Í það þeir ásettu á að safna öllu sem á himni og á jörðinni til eitt höfuð Jesús. Þakka þér fyrir blóðið Drottinn, þakka þér fyrir óstarkossinu Drottinn. Fórnaði sjálfur þér í sektafólk til þess að lína eftir lífa. Þakka þér fyrir innilega. Vertu með okkur áframhaldandi og leita okkur í Jesú nafni. Ég ætti í rauninni ekki að standa. Ég ætti að vera að horfa á þessum veimi fyrir, veistu þú fyrir 30, kannski 40-50 ár. Ég ætla að segja ykkur þá sögur. En áður ég segja ykkur hana, þá langar mig aðeins að minnast á það sem að Jesús er að fara. Hann fór á báti og lærisveinar, hann setti sagt þá sem Lúkas. Og hann segir við að förum yfir vatnið og þeir getur á landi og þessi sitla á sofnaðum og þá kom stormhríma yfir vatnið og menn sögðu og þeir sem öll á sögðu meistari, við förumst. En hann vaknaði hasta á vindinu og öllrópuð og slotaði þegar og gerði lóf. Og hann sagði þá: Hvað trúið þér? Fyrirgefðu Gísli. Þeir eru fæddir
fyrir Gísli, væri nokkuð möguleiki aðeins að það ekki alveg heyri alveg nógu skýrt alveg. Það heyri svo illa Já. Já. Það fyrir ekki með mikrofón. Ef einhvern veginn væri ekki. Það er það líka. Já. Kvita á. Já. Heyrðu núna? Þetta betra? Já. Ha? Já, þá hef ég það svolítið. Ekki máli. Ég tók bara í gefti mikrofónum því að fyrirgefa. Jæja. En þeir eru hræddir og þeir undruðust og sögðu hver við annan, hver þessi? Hann skipa bæði vindum og vatni og hvort ekki hlýðir honum. Ég hef séð þetta sjálfur gerast. Ég ætla að segja ykkur frá því. Þannig var að þegar maður hafði ekki sama vit og maður hefði nú, ég vildi að ég hefði haft það svona vítugt og haft þetta sem ég hef sem sagt og þá skynsemi til að bera. Nema þá að ég og vinur minn Guðjón Þórarinn Jónsson, við ákváðum það að skreppa á tuðru frá Vestmannaeyjum til Öræfasveitar og leiðin hún var þannig að það 107 mílur yfir sjó að fara og við ætlum að lenda við Ingólfshöfða og hugrekki var það mikið að við ætlum bara að ganga yfir sandinn að Fagurhólsmýri eins og ekkert væri og fá kaffisopa að Svínafelli í Öræfum. Þar hafði verið í sveit. Og við undirbyggum okkur þannig, við höfðum tuðru, við höfðum dýnu í tuðrunni, klæddum okkur sæmilega, þetta var í júlí mánuði og við keyptum nóga bensíni og vorum svo með 20 hesta Johnson mótor. En hann háttar þannig að þetta var utanborðsmótor að það svona splitti eins og þetta langt sem gengur úr öxlinum í skrúuna heldur henni og það kannski 5 millimetra breitt í mestalagi, kannski 4. Og við höfum ekki hugmynd það og það skipti okkur engu máli, við ætlum bara að skreppa í svona bæjarheimsókn. Svo leggjum við í hann. Og ferðin gekk eins og í sögu. Mótorinn sló ekki feil púst og þetta var allt eins fínt og hægt var að hugsa sér. Og við komum að Ingólfshöfða. Það var fegursta veður sem bara ég hef séð en öldurnar við Ingólfshöfðan þær voru ekki eins fallegar. Ég hef bara aldrei séð önnur eins öldufjöll við strönd. Þetta voru sennilega eina 4-5 metra háar öldur. Maður fór niður í Öldurdal og höfðin hvarf og svo kom maður upp á Öldufaldinn og þá sá maður landið og ströndina og við komum fyrst vestan af höfðanum og þar var allt ófært að lenda, svo fórum við austur fyrir og sömu sögu var þar að segja, allt ófært og við fórum aftur vestur fyrir og það hafði ekkert lagast. Svo segir svona Guðjón, ætli við þurfum bara ekki að sigla til Hornafjarðar. Þá voru 50 mílur þangað. Og þá segir Guðjón, eigum bara ekki að biðja Jesú að slá á öldurnar þannig að við getum bara siglt í land. Og við þarna vorum bara eins og lærisveinarnir, herra, við bara spenntum greipar, báðum drottinu það að slá á öldurnar og lækka það þannig að í stað að þessi öldufjöll væru þarna, þá gætu við bara siglt beint í land og lenda á sandfjörunni svona svipað eins og við værum að leggjast að bryggju. Og við efuðumst ekki að þetta væri hægt, þó allar kringumstæður segðu nei. Og við förum austur fyrir höfðan og ég segi svona við Guðjón, jæja, nú bara leggjum við í hann í Jesú nafni, við erum búnir að biðja og drottinn heyrir bænir og hann svarar bænum. Við vitum það. Já, gerum það. Þú gefur allt í botn, ég skal vera fram í stefninu og segi þig hvert átt að stýra í gegnum öldurnar. Já, hann gerir það og þá leggjum við að stað í Jesú nafni, við vorum nokkuð langt utan við þaðan og það bara keyrt á yfir 20 mílna hraða, það ganga svona 22 mílur og það svo merkilegt að þar sem við sigldum, þar var logn, þar var bara engin sjór. Það voru sjóir fyrir aftan okkur, fyrir framan okkur, ekki þar sem við vorum. Þetta var bara eins og við værum í Öldurdal sem fylgdi okkur eftir. Svo siglum við og við erum komin inn fyrir höfðan
og þá sé ég allt í einu vík opnast og ég segi, ég farið hingað til vinstri og hann gefur í og við fórum á fullri ferð upp í fjöruna og öldurnar sem voru þar og brotnar þar, það voru svona háar. Við höfum bara séð þetta orð rætast. Jæja. Við segjum bara, þakka þér Drottinn. Við vissum alveg að þú myndir heyra þessa bæn og svara henni. Svo fórum við bara í kaffi eins og ekkert væri. Það var ekkert meiri langloka í tengslu við það. Drottinn bara svona og þegar hann gerir eitthvað, þá það bara svo sjálfsagt finnst manni. Það eins og maður sé að biðja föður sinn eða móður eða foreldra aðstoð og hjálp. Maður tekur þetta þannig. Þannig á samfélagi við Drottinn að vera. Þetta eins og bara samband við föður og móður. Enda kynnir Jesús okkur föðurinn sem föður og við heyrum það í Faðir vor, þú sem ert á himnum. Jæja, svo fórum við heim. Og við setjum á flott þarna við Ingólfshöfða og við siglum heim og það var svo fallegt veður. Við vorum alsælir, engin talstöð, engin farsími, ekkert. Engin vissi að við værum á leiðinni heim. Það var ekki einu sinni hringt úr sveitinni heim og sagt að við værum að koma. Fyrirhyggjan var gjörsamlega í lágmarki. Svo komum við heim og leggjumst að bryggju, tökum tuðruna upp og þá segir Gaui svona. Það best kannski við förum aðeins yfir bátinn núna á mótorinn og sjáum hvort það síla í. Já, við gerum það. Byrjum á skrúfunni, tökum hann af. Það var lítið splitti sem hélt skrúfunni og við tókum það af, það var allt í lagi. Svo komum við að, þegar við tökum skrúfuna í sundur, þá sjáum við það splittið, drifsplittið sem hélt skrúfunni, það bara datt á jörðina, þá var það í 3 hlutum. Sem þýðir það einfaldlega að í rauninni átti skrúfan ekkert að geta snúist, einn snúning. Hún hefði átt að fríhjóla. Splittið var mölbrotið. Hvenær það brotnaði, höfum við ekki hugmynd um. Það gat hafa verið upphafi ferðar eða ekki, en það hélt alla leið og ef það hefði brotnað þarna einhvers staðar annarkvort við Ingólfshöfða eða einhvers staðar út af hafinu, þá hefði okkur rekið út í hafsauga og þá væri ég ekki hér að segja ykkur þessa sögu. Það alveg eitt sem víst en þannig Drottinn. Fer þú honum vegu þína, hann mun vel fyrir sjá. Og þó þú gangir í gegnum ölduföllin, það breytir engu, hann breytir þeim í blíðan blæ. Takk eftir þessu, þetta mín reynsla. Ég vildi segja ykkur þessa sögu núna, tilefningar til. Takk ykkur fyrir og Drottinn blessi ykkur. Taka fólk núna. Lord Jesus, we are here to worship you, Lord, with the substance that we receive from you. Lord Jesus, we ask you to accept it. In the name of Jesus, Lord. Þú komst. Og þá texta. Þú komst, snerti kaldan vangar minn, ylinn frá þér ég finn, inn í mig fór fríður þín, nú stríður stálins þinn. Þú komst, hrestir mína hrjáðu sál, í hjarta mínu kveiktir bál, ég fái lengur blekkt þau tár,
kastaðir á hatursins vind, gafst þér drekka af lífsins lund. Þinn kærleikur hverju sverri drengur, hann umber allt, umber allt, umber allt. Meiri kraftur, meira þér verði hér, meiri elska, meiri kraftur, meira þér verði hér. Ég vil lofa því af öllu hjarta, ég vil lofa því
Song of Ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, and creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. The angels cry, holy, all creation cry, holy, You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Always be holy, holy forever. Amen. Halleluja. Vi bara lovar dig Fader att du ert alltaf hinn sami. Du ert alltaf hinn sami. Halleluja. Syngja einn kór áður en að Snorri kemur og tala til okkar. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sérhver dag, hverja stund, sérhvern andartak. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sérhver dag, hvað sem láttu regn þitt falla
Er ekki merkilegt að við skulum tala náðar sól drottins og svo regn heilags anda? Sjáðu hvernig við breytum svona orðfari okkar, tökum svona náttúruna svolítið inn í þetta og við vitum það að ef að náttúran virkar ekki hjá okkur að þá svona heilmargt í óefni. En þegar hún virkar og hún fer eins og að okkar skapi, þá verðum við hér á suðvesturhorninu alltaf í 28 stiga hita og sól og allt það sko. Þá skín náð á sólinn yfir okkur. En svo þegar náttúran þarf náttúrulega sínu regni að halda, því að plönturnar labba ekki til þess að fá sér svaladrykk. Guð þarf að gefa þeim svaladrykkinn, þá förum við að kvarta og segja að það þarf alltaf að rigna svona mikið. Er þetta ekki óþurfa að hafa þetta svona? En í dag langar mig til að tala svolítið við ykkur drottin okkar og Guð, frelsara. Ég er með hérna glæru sjó, ég ætla aðeins að fá að setja þetta hérna niður. Og þá getum við séð myndirnar sem að þarna eiga að vera. Hún Svandís kveikir örugglega á hérna skjávarpanum. Svona held ég að sé bara ágætt. En það er svolítið, það er mér í huga núna að tala við ykkur svolítið það sem að Guð hefur verið að segja við okkur undan farna öld. Má ég nefna þetta svoleiðis? Ég fékk hérna í fórur mínar bækur. Önnur bókin, hún er Vísnakver Hartmanns. Hún er gefin út 1951. Hún er ári eldri en ég. Og þegar Hartmann gefur út þetta Vísnakver, að þá er það með alls konar vísur sem að hann er að skjóta í samtíman og setja upp. Og ein vísan er svona: Vart mun þrífast vakning ný, vanti trúar kjarna. Heiðni frá þótt Hallesby hafi snúið Bjarna. Þessi Bjarni var kallað Séra Bjarni Jónsson. Hann var dómkirkjuprestur, hann var þekktur fyrir það að vera útvarpsrödd í íslenska útvarpinu í mörg ár. Hann var svolítið rámur og gat talað þannig að allir heyrðu mjög vel hvað hann sagði. Bjarni þessi, hann verður fyrir áhrifum manns sem að hét Hallesby. Hann kom til Ísland 1936 og hann talaði gegn hinu nýja siðferði. Og þegar Bjarni hlustaði á ræðu Hallesbys, að þá segir Hartmann að hann hafi snúið Bjarna frá heiðni. Og þetta er geymt í Vísnabókinni sem er samtíma heimild og þannig var sagan Séra Bjarna til. Séra Bjarni var líka trúaður prestur. Það var svolítið skemmtilegt með hann að einhvern tímann þá stoppaði vinur hans hann út á götu og sagði: Bjarni, já góði, þarna bókin sem ég lánar hérna árið. Já, alveg rétt, ég man eftir þessu. Ég skilaði henni. Annaðhvort í þessu lífi eða hinu næsta, segir Bjarni og brosir við. Og þá segir hinn að vörmur bara leið: Já, það er ekki víst að við verðum á sama stað. Jæja, góði, þá læt ég hann bara detta. Þar með var bara málið afgreitt. Bjarni vissi alveg hvað hann myndi lenda. Veist þú hvar þú lendir? Veist þú hver verður þinn staður? Veist þú hvað framundan er? Og mér langar til þess að við tölum svolítið einmitt þessa þætti. Hvað lendum við? Hvert erum við að fara? Og ég ætla að fá að sýna ykkur þessa hérna glæru vegna þess að við höfum fengið þá hugmynd í gegnum svona áhrifavaldana í lífi okkar að það er sitt hver Guðinn í Gamla testamentinu eða í Nýja testamentinu. Kannist þið við það? Það segja að það er allt annað Guð í Nýja testamentinu heldur en Gamla testamentinu. Og menn eru svona skeggræða hvernig stendur því að Guð í Nýja testamentinu er svona miklu betri. Skiptan eðli eða búum við til okkar eigin Guð.
Og það stóra málið í þessu öllu hjá okkur. Hvaðan fengum við hugmyndina að Guð almáttugur, skapari himins og jarðar, væri faðir þinn? Jesús Kristur kenndi okkur að biðja eins og bróðir minn var að tala Faðir vor, þú sem ert á himnum. Við sjáum að Nýja testamenti segir alveg hiklaust að Jesús Kristur í gær og í dag sami og aldir. En Guð það? Guð hinn sami í Gamla testamentinu eða Nýja testamentinu? Og mér langar til þess að við eyðum svolítið tíma núna til þess að bera saman hvað það var sem að séra Hallesby var að tala til íslensku þjóðarinnar 1936. Af hverju þurfti hann að koma? Hallesby sá að það var ný stefna, það var ný siðfræði að breiðast út vestræna heim. Hann kallaði þá siðfræði nýju siðfræðina og hún var meðal annars fólkin í þessu. Það voru 2 ismar og 2 kenningar sem voru að breiðast út yfir vestræna heiminn og taka völdin. Það var samkeppni milli þeirra, önnur var kallað nasismi og hin stefna var kallað kommunismi. Og það sem að þær áttu sameiginlegt, það var einmitt, þær fóru svolítið á móti því sem að heita kristnu gildin. Og að hvaða niðurstöðu komast þær? Það komast að þeirri niðurstöðu að þú sem einstaklingur, þú ert meira virði heldur en hjónabandið þitt. Þú átt að vera ástfangin, það vilja allir vera ástfangnir, og ástin á að vera þér til framdráttar. Hún á að lyfta þér upp og þú mátt ekki eyðileggja þá tilfinningu að þú leyfir ást þinni að lifa. Ef hún dvínar á maka þínum, þá bara færðir annan maka. Það ekkert vandamál. Og ef að þessi maki þinn svarar ekki þinni ást aftur, þá bara skiptur þau ennþá Þannig opnir á það að það veri sjálfsagt að skilja. Það veri sjálfsagt að hafa fleiri en einn maka. Við vitum alveg að þetta búið að vera svolítið ríkjandi í mannkyninu. Þú skalt ekki drífa hól, sagði Biblían, en þessi nýja stefna sagði, það bull og vitleysa. Við þurfum að vera okkur sjálf trú. Kannast við þessa kenningu í dag, sem við heyrum jafnvel, að fólk tala það, já, maður verður fyrst að geta elskað sjálfan sig til þess að geta elskað aðra, það ekki? Já, ef ég elska fyrst sjálfan mig, þá ég aflögu fær. Þá get ég gefið af mér. Og við svona segjum, já, hann kannski eitthvað til í þessu. Biblían bara á allt annarri skoðun. Hún bara ekkert að biðja okkur að elska fyrst okkur sjálf og síðan aðra. Hún segir við okkur, elska skaltu drottinn Guð þinn. Hún setur hann númer 1. Af öllu hjarta og allri sálu, svo kemur, og svo náungan eins og sjálfan þig. Af hverju fyrsta boðorðið sem við lesum, þetta fara með ykkur inn í það, förum inn í Mósebókina. Fyrsta boðorðið, það einmitt fjallar það að við skulum vera Guði trú. Guð segir við Ísraelsmenn, ég drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi. Og hvað gerist þá? Komdu með næstu glæru. Hún svona... Já, hún á að vera hérna. Hún einmitt fólgin í því að hún rifjar upp fyrir okkur söguna af því þegar Guð talaði til Ísraelsmanna. Hvað hafði gengið á áður? Hafði velt því fyrir ykkur. Af hverju gat Guð sagt til Ísraelsmenn, ég drottinn Guð yðar sem leiddi ykkur út úr Egyptalandi. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Og takið eftir að þá voru Ísraelsmenn búin að vera vitni að 10 plágum sem gengu yfir Egyptaland. Þeir voru búin að vera vitni að því þegar her Faraós var að koma og það var ekkert nema dauði og útrýming sem blasti við þeim. Þeir voru búin að vera vitni að því að Móse hann stóð á ströndinni með stafinn og hann gerði lítið annað bara halda honum úti og vindar blésu og hafið klofnaði. Og Ísraelsmenn löbbuðu yfir Rauðahafið og þeir fóru hinum megin trúlega til Sádi-Arabíu þurrum fótum. Það tók alla nóttina og það áliti að það veri 2 milljónir manna
sem hafa gengið þarna yfir og Guð að rifja upp fyrir þeim: ég drottinn Guð yðar, þið skuluð ekki hafa aðra guði en mig. Þurfti hann að taka það fram? Gat hann ekki bara sagt: hei, ég drottinn Guð, ég get leitt ykkur út úr Egyptalandi, ég get látið hafa 10 plágurnar og ég get gert og svo framvegis, svo ef að þú vilt dýrka hver aðra guði þá það allt í lagi. Nei, það ekki í lagi, því að það manninum til heilla að við vitum hver Guð okkar er. Ef þið finnið 5. Mósebók, 5. kapitula, vers 8-10, þá gríðarlega sterkur boðskap sem þar kemur fram: þú skalt enga líkneskjur gjöra. Sjáu þið það vers? Þú skalt engar líkneskjur gjöra. Hvorki það sem á að falla að Hartmann, kommunismannum eða nasismannum. Engar líkneskjur sem samtíminn okkar að samþykkja. Næsta segir hann: ekki tilbiðja þær, ekki beygja þig fyrir þeim. Annað, eða þriðja: því ég vandlátur Guð. Ég vandlátur Guð. Og það svolítið skemmtilegt, ég veit ekki hvað dettur í hug þegar þú segir, eða þegar ég segir orðið vandlátur. Hvað kemur þér í huga sem vandlátur? Ég ástfanginn ungur maður og ég finn stundum fyrir því að ég afbrýðisamur því að ég vil eiga konuna mína fyrir mig. Þetta ekki bara eðlilegt? Viljið þið ekki eiga maka ykkar fyrir ykkur sjálf? Þannig Guð stemmdur gagnvart okkur. Hann vill eiga okkur heil og óskipt. Hann vill hafa aðgang að þér. Hann vill fá að móta þig og mig, halda í hendi okkar og leiða okkur þannig að við berum honum ávöxt og dýrð. Orð okkar fá að vera honum til dýrðar. Hugsanir okkar, atferli og gerðir verði honum til sóma. Þetta til ofmikils mælst? Þeir voru í þessu Ísraelsmenn að jafnvel fara svona sína eigin leið, og það svolítið slæmt þegar við sjáum það að menn sem eru svona vandlátir, þeir gleyma því að þegar Guð vandlátur þá hann afbrýðisamur. Hann vill eiga okkur heil og óskipt. Og ef þú skoðar hvað mikil hluta Guð á í þér, á að þig allan. Ertu búin að gefa henni 95%? Hvar eru þessi 5% sem eftir eru? Og ég man eftir að ég heyrði eina sögu af bónda sem seldi húsið sitt. Og það var allt í niðurnýslu. Garðurinn var í niðurnýslu, en einhver kom þarna að, einhver alveg furðulegur, vildi kaupa bílið af honum. Og bílið, það var nú bara þannig að það þurfti eiginlega að gera við allt saman. Endurnýja glugga og veggi og hurðir og dyr og gólf og svo framvegis. Nema bóndinn setur í kaupmálan: ég ætla að selja þér allt húsið nema þennan nagla sem hérna í bitanum í stofunni. Og eigandinn, nýeigandinn, hún fannst nú ekki mikið í það varið að leyfa bóndurum eiga þennan nagla, svo hann sagði við hann: já, ég skal kaupa þetta allt saman. Og hann skrifaði undir, hann keypti húsið og grindverkið og allt þetta ónýta, en nema bóndinn átti naglan, þið vitið, fyrir eigandinn. Svo lagði hinn af stað og fór að gera við húsið og lagaði glugga og dyr og gólf og að árið liðnu, þá var allt orðið svo fínt og flott að búið endurnýja. Kemur maður inn, eða kemur maður á húsinu, ber á dyr og hann með dauða rollu á bakkinu. Og hinn opnar dyrnar og segir: hvað get ég gert fyrir þig? Heyrðu, ég komin til þess að nota naglan minn sem ég á í húsinu. Naglan þinn, hann tók kaupsamningin upp: já, þú keyptir af mér húsið nema naglan sem ég á í stofunni. Jæja, já, ég ætla að nota hann núna. Ég orðinn þreyttur á þessari byrði. Svo kallinn fór inn í húsið, hengdi dauðu rolluna á naglan og svo labbaði hann út. Og auðvitað dauða rollan hafði bara sín áhrif. Það lyktaði allt húsið og það fór að leka alls konar drulla á gólfið, og eftir smá stund þá var þetta óíbúðarhæft. Af því að dauða rollan
Hún hékk á snaganum sem að hann átti að selja og átti að láta rífa. Stundum okkar trúarlíf svona. Við erum búin að gefast Kristi nema þennan nagla, þið vitið. Við leifum svona eitthvað gamla lífinu hanga í honum og á honum. Það hefur alveg samskonar áhrif í okkar trúarlífi, eitthvað gamalt sem við losum okkur ekki við. Í stað þess að endurnýjast í huga og af hjarta og leyfa Drottni að endurbyggja allt okkar líf. Fjölskylduna, tilfinningarnar, viðhorfin okkar, skoðanir og við sjálf. Við fáum að mótast af Jesú Kristi í lífi og dauða hans. Finnur ekki hina glæruna? Ég næ ekki að setja þetta upp á. Hún næri ekki, já, hún hlýðir ekki tölvan, já. Þá skulum við bara halda þessu aðeins áfram. Ég ætla að fá að benda ykkur á atriði sem að mér finnst skipta líka mjög miklu máli. Og það er það. Þegar Guð segir við Ísraelsmenn, þú skalt ekki hafa aðra Guð en mig. Hvað lá að baki? Sjáum við það að þegar Guð segir þetta við okkur, að það skiptir máli hvaða Guð fær að ráða í okkar lífi. Vissu við það að þegar Guð vildi vera Guð, bara Guð okkar og engin annar Guð, þá var hann að bjarga okkur. Þá var hann að forða okkur frá því að við yrðum okkur sjálfum að tjóni. Því að þegar við komum að okkar eigin kringumstæðum, þá er alveg gríðarlega merkilegar viðhorfsbreytingar í okkar samtíma. Vitið þið að það er bæði til í rúmfattalagjörnum, það er til í lyfju, apótekinu, þá er að selja okkur heilsuvörur og einhverja svona jógavörur sem gera það verkum að menn eru að kaupa annarkvort buddalíkneski eða einhverja svona austrænar myndir til þess að við hengjum þetta upp og við leifum þessu að hafa friðar áhrif í okkar líf. Menn eru að setjast í jóga til þess að fara í stellingu og einmitt taka inn í sig þennan austræna frið. Þetta er okkar veröld í dag. Þetta er okkar menning í dag. Við erum að sjá þetta gerast hjá okkur á Íslandi og það er enginn sem að tala þetta nema kannski helst við hér í Keflavík. Þetta er mjög merkilegu þáttur sem fær að flæða yfir landið í friði. Menn eru að skipta Guð án þess að þeir átti sig á hvað það er. Og ég ætla að fá að segja við ykkur og koma með ykkur inn í Jeremía 19. kapitula, 7. vers. Það sem að spámaðurinn er að tala áhrifin af því þegar nýjir guðir fá að taka völdin og fá að vera samþykktir í kringumstæðum mannana. Við förum í 19. kapitula Jeremía spámanns. Já, Jeremía. Það er auðvitað margt merkilegt líka í Jesaja. Þar er Jeremía að láta það svolítið heyra hvert eru komnir. Og ég ætla að fá að lesa fyrir ykkur hérna bara nokkur vers. Komið með mér í til dæmis vers 3, 4 og 5 í 19. kapitula Jeremía. Þá erum við að tala viðbrögð sem spámaðurinn flutti þegar gyðingarnir voru konir með nýja guði. Þegar skurgoðnir voru farin að ná völdum í Ísrael. Þegar Guð okkar lands, Faðir okkar á himnum, Guð gamla testamentisins, var einmitt að hafa orð á því hvert við værum komin og þá segir hann við okkur. Svo segir Drottinn allsherjar Ísraels Guð, sjá ég mun leiða ógæfu við þennan stað, svo að ómamun fyrir báðum eyrum allra þeirra er það heyra. Og 4. versið. Af því að þeir yfirgáfu mig og óvirtu þennan stað, færðu á honum reykelsisfórnir öðrum guðum sem þeir ekki þekktu, hvorki þeir né feður þeirra né Júdakonungar, og fylltu þennan stað blóði saklausra manna og byggðu balsfórnarhæðir til þess að brenna sonu sína í eldi, sem brennifórn Bal til handa, sem ég hafði hvorki skipað né mælt svo fyrir og mér hefur aldrei til hugar komið. Sjáðu hvað við fengu
þeir tóku skurðgoðin inn til sín. Þau kostuðu börnin lífið. Hvað þýðir það þegar Guð segir við okkur, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig? Halda þetta sé bara tilviljun. Vissu við að hinir falsguðirnir sem voru í boði, þeir kostuðu börnin lífið. Vistu hve mikið hefur farið úrskeiðis í þínu lífi vegna þess að þú bara leyfði þér að lifa því lífi sem allir gerðu og dýrka þann Guð sem hjá þér var. Einu sinni var Páll postuli, bara einu sinni, þá var hann í Aþenu. Hann predikaði upp á Arasarhæð. Það er sagt frá þessu í postulasögunni. Ég farið upp á þessa hæð, Arasarhæð, og áður en maður fer upp á steinin, þetta er eins og bara stór granítsteinn, þá eru tröppur sem liggja þar upp og við hliðina á tröppunum þá er stór koparskjöldur eða koparskrá. Þar er ræða Páls postula sem að flutti á Arasarhæð. Hún er geymd. Við fórum upp á hæðina, við nokkru Íslendingar. Við tókum bókina og við lásum úr postulasögunni á íslensku. Og við tókum eftir öðrum hópum. Þarna var hópur að tala eitthvað tungumál sem við ekki þekktum, en þeir virtust greinilega vera komnir frá Asíu, annarkvort voru þetta Kínverjar eða Kóreubúar eða Japanir. Og þarna voru aðrir sem að lásu greinilega einhverja portúgölsku. Það voru Brasilíumenn og svona var þetta koll af kolli, hópur hér og hópur þar. Allir voru að lesa ræðu Páls postula. Þetta var eina skiptið sem hann kom til Aþenu. Veistu hvað voru margir sem frelsuðust á? Það voru allir sem heyrðu. Það voru 2 sem frelsuðust. Það voru Damaris og það var Dionysius. Veitu hvað Dionysius þýðir? Þetta er gríska orðið yfir latneska guðinn Bakkus. Þetta var maðurinn sem hafði komið á samkomuna. Honum hafði verið fórnað frá því hann var barn í musteri Bakkusar. Hann var gefinn Bakkusi, þess vegna var hann látinn heita Dionysius. Og vitið hvað þetta kostaði drenginn? Hann þurfti að neyta svo mikils af víns. Það þurfti ýmislegt að streyma í gegnum hann vegna þess að hann var gjöf, hann var fórn til Bakkusar á sínum tíma. Hvað er ekki verið að gera við börnin okkar í dag? Af hverju er verið að leyfa að við eyðum börnunum okkar í dag á Íslandi vegna nú eru menn komnir með nýtt siðferði. Þeir eru komin í nýjar áherslur. Við erum komin með nýja guði. Og ég var nú tilbúin til þess að sýna ykkur hérna eina glæru í viðbót sem að ég hefði mjög gjarnan vilja geta sýnt ykkur vegna þess að það er ekki langt síðan að það birtist grein í einu af dagblöðunum okkar. Það var reynda fréttablaðið þá. Það sem hún Þórunn Sveinbjarnardóttir skrifaði grein mikilvægi kvenfrelsisins. Ég ætla að fá að leyfa mér aðeins að vísa til þessara greinar. Vegna þess að þeir guðir sem að Jeremía var vara við og Guð vildi ekki hafa, þeir hafa áheyrn í íslensku samfélagi. Er þetta ekki öfgakennt hjá mér? Er þetta ekki bara algjört rugl að segja þetta svona? Hlustið á. Ég vísa til greinarinnar. Það kemur meirihluti Hæstaréttar Bandaríkjanna ákvað í liðinni viku að nema úr gildi stjórnarskrárbundinn rétt kvenna til þungunarrofs. Í fyrsta lagi er ekki stjórnarskrárbundinn réttur kvenna til þungunarrofs. Það er það sem fyrst er. En þetta var hennar áhersla. Svo segir hún: nú þegar hafa lög tekið gildi í mörgum ríkjum sem leggja nær undantekningarlaust bann við þungunarrofi. Og hún er svo mótið þessu. Hún veit alls ekki að leggja bann við því. Svo segir hún aðeins neðar í greininni: þau eru drifin áfram af öfgasinnari bókstafstrú en ekki hugmyndum réttar ríkisins. Sjá hvað þetta er flott. Að kalla einmitt frelsi til að eyða fóstrum. Þetta eru hugmyndir réttar ríkisins.
Ekki bókstafstrú. Erum við ekki bókstafstrúar? Ekki verið að kenna okkur um það eða saka okkur um það? Þau eiga reyndar sameiginlegt með bókstafstrúarmönnum allan heim, hvort sem þeir tilheyra kristni eða kaþólskri kirkju, íslam eða hindúisma. Bakslagið víðar enn í Bandaríkjunum eins og dæmin sanna, en áfall þyngra þegar í hlut á land sem hefur lengi gefið sig út fyrir að vera forysta lýðræðis í heiminum. Svo hún aðeins seinna að segja: íslensk stjórnvöld verða að tala skýrt á alþjóðlegum vettvangi gegn þeim sem hrifsa mannréttindi af fólki. Og hvaða mannréttindi þá verða að hrifsa af fólki? Að konan megi eyða barni sínu. Munið hvað Jeremía sagði Guð sagði gegnum Jeremía, og byggðu Baal fórnarhæði til þess að brenna sonu sína í eldi sem brennir fólk Baal til handa, sem ég hef hvorki skipað né mælt svo fyrir, og mér hefur aldrei til hugar komið. Þetta eru mannréttindi réttaríkisins í dag. Hvar eigum við heima? Og ekki láta hrekja þig út í horn þó að þú sért kallaður bókstafstrúar maður vegna þess að þú vilt varðveita lífið. Þú vilt varðveita samfélagið við Guð almáttugan. Og ef ég fer bara beint inn í þetta framhald, þá skulum við átta okkur á því að Jesús Kristur var sendur inn í þennan heim sem vonar peningurinn, sem vonar maðurinn fyrir okkar samtíma. Það var hann sem lagði líf sitt í sölurnar fyrir þig og mig, fyrir þá sem hann var eitt börnum og eitt fóstrum. Það var hann sem sagði: komið til mín, allir þér sem erfið hafið og þungar byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Hann sá eini sem hefur gefið okkur þann rétt. Komið og lærið af mér, því ég hógvær og af hjarta lítillátur. Við könnumst öll við þessi orð. Og hvað það sem hefur áhrif á þig og mig í dag? Jesús Kristur, hann fór á krossinn, og Páll postuli sýnir okkur það í seinna Kórinthubréfinu að hann á krossinum sem syndarfórn. Hann gerður að synd okkar vegna. Hefur áttað þig á því að það er ekki að óþörfu að Jesús Kristus var gerður að synd okkar vegna, þegar hann leið og dó. Þá eru síðustu orðin hans þessi: Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Sú synd sem Ísraelsmenn höfðu gengið inn í og mannkynið var komið með að eyða hvoru öðru og ganga gegn Guði almáttugum og setja aðra guði upp heldur þann Guð almáttugan sem við eigum. Hún var farin að naga samfélagið innan, svo þess að gyðingarnir þeir áttu enga framtíð. Það var dauðinn einn sem var kominn til valda hjá þeim. Og Jesús hrópaði til föðurins á himnum í þinn stað: Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Og það talaði hann að vera í angist. Haldið þið að hafa verið auðvelt fyrir Jesúm Krist að deyja dauða syndugs manns, eiga enga von, vita það að honum var hafnað, himinn lokaður, armur föðurins lokaður, hann átti ekki framtíð. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þú stendur frammi fyrir þessi dag, hvernig þú vilt verja þinni dauðastund. Hvað viltu segja þegar þú ferð af þessari stundu? Hvað vilt þú segja við Guð? Munt þú segja við hann: Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Eða munt þú segja: Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir ég fekk að kynnast þér, ég fekk að gefast þér, ég vil fá að vera þinn eilífð, héðan í frá og til eilífðar. Hugsa ykkur þetta ákveðna augnablik þegar Guð tala til okkar og við fáum að vita hvað Guð að meina. Það skipti máli fyrir séra Bjarna. Hann heyrði Hallesby tala nýja siðferðið og séra Bjarni hann lét leiðréttast. Það skipti líka máli fyrir þig
að þú megir heyra hvað okkur til leiðréttingar og hjálpar í okkar samtíma áður en að samtími leiði glötun yfir okkur. Því það ekkert framönda hjá okkur annað en það að Guð grípi inn í á sinn mikla hátt. Þú hefur náðartíma núna, þú hefur tækifæri núna, systkini, gerum hug okkar og hjörtu fullviss, göngum fram fyrir Guð með þeirri fullvissu að hann mun vel fyrir sjá. Ég heyri amen við þessu bara. Megi drottinn Jesús Kristur vera með ykkur og blessa ykkur og leiða, og við skulum standa upp og enda þessa samverðustundi eða bænir, enda predikunum með bæn, svo ræður Kitty hvað hann gerir við afgangina af tímanum, en það verður eitthvað gott upp á lofti hjá okkur. Er þið með bænarefni? Já, beður Dísu. Sigurjóni? Amen. Það mjög gott, biðjum fyrir hvoraður og biðjum fyrir ættinni, og ekki síst, sískinni, biðjum anda Guðs að koma yfir okkur og vera með okkur og gera okkur að þessum brennandi stöplum sem í húsi Guðs. Við erum lifandi fórn fyrir Jesúm Krist. Amen. Drottinn minn. Þakka þér, elskaði Herra, við mun